Góða kvöldið, kæru áhorfendur, og velkomin í beina útsendingu hjá Blikar TV hérna frá Kópavogsvelli, þar sem að framundan stór leikur Breiðabliks og KR í Pepsi Max deild karla. Með mér í þessari útsendingu í kvöld Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna og fyrrum þjálfari kvennaliðs Breiðabliks. Velkomin. Takk að kærlega fyrir. Hvernig líst þér á þennan leik? Ég held þetta verði skemmtilegasti leikur umferðarinnar. Já. Svo sem leikirnir hingað til hafa ekki verið neitt sérstaklega skemmtilegir, það hefur ekki verið mikið fjör í þeim, en ég held að við sjáum núna raunverulega bara þetta stór leikur og þetta liðið sem ætla að vera berst í titilinn og þau hljóta að byrja bara að sýna okkur það af hverju þau ætla að vera berst í titilinn. Við kannski værum að ljúga að við segjum við værum alveg að kapna úr hita hérna, en aðstæðarnar það verða ekkert mikið betra í kvöld. Nei, byrjun maí þá þetta bara toppveður og toppaðstæður. Það ekki við neina kvarta, ég held að það munur bara hjálpa því að þetta verður virkilega góður leikur. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Blika, og Rúnar Kristinsson, þjálfari Káringa, ætla að kíkja til okkar í spjall fyrir leik og við ætlum að ræða við á aðeins liðsuppstillingarnar. En hvernig Steini, áður en við förum að greina kannski byrjunarliðin alveg í þaula, hvernig líst þér á bara almennt á Blikaliðið við byrjum þar í sumar? Blikaliðið hefur verið gott í vetur, hefur verið áfram að þróast frá síðast ári og Óskar og Dóri er búin að vera með það núna lengur og sem að hjálpa þeim að koma sínum hugmyndum á framfæri og gera hlutina vel. Kemur Óskar Hrafn hérna bara í beinni útsendingu, þetta alveg svo að vera. Komdu bara hérna á milli okkar, Óskar. Sæll og blessaður, Óskar, og til hamingju með daginn. Sælir, takk fyrir það, sömuleiðis. Fyrsti leikur á móti KR, fyrsti leikur í Pepsi 2021 og eins og við kannski fórum aðeins yfir daginn. Það voru kannski ekkert þeir leikir í fyrra sem að skiluðu okkur flestum punktum, en hvernig líður mönnum svona hálftíma fyrir leik? Bara frábærlega. Ég verð að játa það rétt hjá þér. Skilaði okkur ekki mörgum punktum, engum. En hins vegar skildi þetta eftir mikið lærdóm. Og það er von mín og þetta trú líka að menn hafi lært mikið af þessu leikjum og takið það með sér í leikjum í dag. Við vorum að fara aðeins yfir þetta við Steini hérna, hvernig þú reyna að rýna þessi byrjunarliði hjá þér. Viltu eitthvað gefa okkur upp? Ertu í 3 manna vörn, ertu í 4 manna vörn? Stundum þetta 3 manna vörn, stundum þetta 4 manna vörn, stundum þetta 5 manna vörn, stundum þetta 2 manna vörn. Það er voða erfitt að segja, þetta verður einhvern veginn, þið getur rýnt í þetta kannski fyrst 8 sekúndur í leiknum og svo þetta allt farið í eitt hræri grödd. Hverju áttu von frá KR í dag? Ég á von á því að KR-ingar geri það sem þeir eru bestir í, að þeir hljópa á kantana, spili minni gegnum miðjuna, treysta á að þeirra mjög svo öfluga kantspil muni skila þeim færum og þeir eru góðir að fylla teiginn og mjög sterkir í teignum með frábæra fyrirgjafamenn, þetta virkilega öfluga kantmenn og bakverði og þar liggur þeirra styrkur og ég þekkjandi þá að hafandi hort á mjög marga leiki með undanfarin ára þá er það uppskrift sem hefur virkað vel fyrir það og eitthvað sem við þurfum að vera klárir í og við þurfum að mæta þeim í baráttunni. Það hefur verið talað um það að liðið sem verður undir í baráttunni mun eigi vandræðum og við þurfum að sjá til þess að við jöfnum þá þar. En ertu búin að undirbúa markspyrnurnar sem var þeir eru hápressuð í markspyrnunni á síðasta ári, það er Já, við erum búin að undirbúa það. Jason Daði og Finnur Orri byrja leikinn báðir í kvöld og Árni Vill á bekknum. Hvaða hlutverk sérðu fyrir þér Finn og Jason í leiknum í kvöld? Ég sé Finn náttúrulega bara fyrir mig sem einn af leiðtogum liðsins. Hann er stjórnandi, hann er mikill karakter, kemur með hókina reynslu og þannig að ég sé hann koma inn með það, pluss það hann er auðvitað bara framúrskarandi góður leikmaður, hvort það er sóknarlega varnarlega. Jason Daði hefur verið einn af okkar bestu mönnum fram á við í vetur. Hann er mjög góður einn á móti einum og virkilega vaxið mikið í vetur og þannig að það var svo sem kom aldrei til greina annað en að hann myndi byrja þennan leik og ég var bara að vona því að hann haldi upptöknum hætti frá því sem verið hefur í vetur. Gangi ykkur vel, Óskar, við fáum að stela þér eftir leik og gera þetta aðeins upp. Takk fyrir það, ekki málið. Takk, gangi vel.
áhugavert Steini og svona við vonum svona fyrir fólk heima í stofu sem að undirbúa sig fyrir leiki. Við vonum svona aðeins að reyna að rýna í það hvort þetta veri 3 eða 4 manna hafsendalína. Óskar náttúrulega hann var fljótir að slá það át á borðinu. Svo segir Rúnar Kristins að koma, þannig að við skulum klárum samtalið við Rúnar og rýnum þetta svo betur. Velkomin Rúnar Kristinsson, til hamingju með daginn. Takk fyrir, sömuleiðis. Hvernig líst þér á komandi tímabil og hvernig farið þið KR-ingar inn í mótið? Bara í fyrsta lagi líst mér mjög vel á tímabili og gott að mót sé hafið og við hefum hér leikið dag á móti frábæru Blikaliði en við við náttúrulega stefnum bara hátt eins og alltaf í Vesturbænum og vonum að við getum byrjað á góðum leik hér í dag. Hvernig hefur fundist undirbúningstímabili hjá okkur vera og svona hvar ertu með liðið svona með við vonir og væntingar á þessum tímapunkti? Svona með síðustu æfingarleiki er ég með á góðum stað en það vantar auðvitað smá þessi rytma í þetta allt saman því að við náttúrulega höfum verið stoppaðir einu sinni í vetur þegar við vorum komnir á mjög gott skrið og það kannski eyðileggur örlítið rytman í þessu en vonandi bara sjáum við góðan bolta hér í dag frá báðum liðum og góðan leik og smá tempó og hraða í þetta kannski og skora eitthvað mörk kannski, það búið að vera fátt mörk. Hækka meðaltalið aðeins. Já, það væri gaman, ég vona allan að við getum eitthvað skorað. En hvernig leikur leikinu? Maður svona veit ekki alveg hvað maður hefur Blikana núna, veit ekki hvað að fara að gera því að við höfum ekki getað fylgst með hvor öðrum í leikjum. Ég sá þá hér á móti KA í lengjunni, svo kom þetta hlé og síðan hefur maður ekkert séð og þannig að Óskar náttúrulega tapaði 3 fyrir okkur hérna í fyrra og þá var hann að spila út frá markmanni og við pressuðum það hátt og ef hann ætlar að halda því áfram þá ætlum við að pressa það hátt og ef ekki, ef hann ætlar að gera eitthvað annað þá erum við líka viðbúin því þannig að við erum svona búin að leggja leikinu með einhverju óvæntu í huga og við þurfum bara að bregðast bara við því. Þú er búin að gera allt sem þú getur gert? Já, ég er búin að reyna að gera allt sem ég get til að lesa í það og svo sem maður lesi upp stillingarna núna og maður veit maður er lengur nær hvort það Finnur verði hafsend eða hvort það verði bara inn á miðjunni og Davíð verði vinstri hafsend sem ég held kannski frekar en kemur ljós á eftir en hérna Blikarnir er bara frábært lið og vel mannaðan hóp og Óskar er flottur þjálfari að gera góða hluti og Breiðablik er kannski það er eina lið á Íslandi sem er öðruvís en öll hin held ég og það er erfiðast að mæta þeim að því leitum til því að þeir eru að spila frábæran fótbolta, þeir eru mjög sókndjarfir og samt mjög sterkir varnarlega og þó þeir fara með marga menn fram og það eru bara stórhættulegir og Óskar er búinn að vera ár með liði núna, annað tímabili hjá honum og það hlýtur að ég eiginlega segja okkur það að þeir verði betri sumar heldur en í fyrra. Mér langaði svona aðeins bara rétt í lokin að ekki að dvelja við síðasta tímabil lengi en það er samt svolítið áhugavert að velta því fyrir sér þið tókuð 3 sigra á móti Blikunum í fyrra, 2 í deild og 1 í bikar og hvað svona fyrir utan að pressa markmanninn og allt það var þetta baráttan, var þetta viljinn til að fara í fyrsta bolta, annan bolta og svona sem stóð upp úr hvernig dreigur það saman síðasta tímabil? Já, það er líka baráttan og þetta snýst að hlaupa mikið og móti Breiðablik að hlaupa óbúslega mikið og við vorum með í fyrra leikmenn eins og Finnóra sem núna komin hingað og Pablo Buniet sem gátu hlaupið endalaust og pressað og voru mjög flinkir í því. Við söknum þeirra núna en við erum alltaf með Ægi sem getur hlaupið jafn mikið og þeir og svo er ég komið Atla inn á miðuna og Stefán sem er flinkari strákur og hann getur hlaupið mikið líka. Menn þurfa að hlaupa þetta, menn þurfa að skilja taktíkina sem við leggjum upp og eins og Gauði Þóra sagði alltaf gamla, menn þurfa að vinna vinnuna sína og auðvitað þarf það að berjast líka og þóra að fara í tæklingar og vera skynsamur og við urðum bara, við áttum skilið 2 af þessum 3 sigurum alveg örugglega í fyrra. Kannski var eitt svona 50-50 og fjall með okkur en það ætti bara svo fljótt að breytast. Blikarnir eins og segja með frábært lið og erfiðir viðureignar þannig að þess vegna tapar 3-0 í dag. Vonandi verður þetta skemmtilegasti leikur umferðar. Já, það er reyndar ekki erfitt held ég en það er ekki mikið að gerast til þetta verði skemmtilegasti leikurinn. Nei, ef ekki þá kannski segir það okkur að rytmi liðanna er ekki alveg kominn. Þetta er búið að kannski vera örlítið þungt og auðvitað smá stress í fyrstu umferð og allt það og við skulum allavega gefa mönnum séns á að spila 2-3 umferðir áður við förum að dæma á mikið því að þetta er erfitt, eins og segi, við vorum komnir á 4. viku af 6 í hörkuprógrammi og þá voru stopp í 3-4 vikur og þá bara, fer hausinn á flug og leikmenn verða svona dálítið þreyttir og pirraðir og andlega vissu ekkert hvernig þeir kemur tilbaka en ég er búinn að mjög ánægður samt. Bara síðasta spurning núna fyrir ekki, ég sagði síðasta spurning á hann, svo ég gleymi ekki Greta Snær
Gunnarsson er í vörðinni hjá okkur og það hafa náttúrulega verið talsverðar breytingar á liðinu ykkar á milli tímabila. Hvers með að vænta af þessum strák í þessum leik og í sumar? Sko, hann allavega búinn að standa sig óbærslega vel með okkur í vetur. Það er búinn flottur stígandi hjá honum og við settum hann beint í miðvörð. Hann var að spila í 3 hafsenda kerfi með Fjölni í fyrra. Erum að prófa hann núna í 4 hafsenda, 4 manna vörð hjá okkur með öðrum hafsend og hann er búinn að leysa það óbærslega vel. En kannski stærsta prófið var kannski lengi byggandum á móti Val í 8. úrslitum þar og þá sáu hann virkilega því að þú veist, við mikið af fyrstu deildarliðum og annar deildarliðum sem var að spila við undirbúningstímabilinu og þá voru oft mikið með boltann og stjórnum leikjum dálítið mikið meira heldur en kannski á móti Val eða Breiðablik þannig að hann stóð sér vel í þeim leik og það er prófsteinn á hann hér í dag líka að spila hér á móti Breiðablik og sjá hvernig hann leysir það en þetta er bara leikmaður sem við treystum á, hann er búinn að sýna okkur traust og spila vel í þeim leikjum sem hann hefur spilað núna og vonandi sýnir hann okkur bara góðan varnarleik í dag því það er númer 1 fyrir varnarmenn Steini, þú þekkir það er að verjast eins og maður. Takk fyrir að gefa tíma Rúnar og við fáum kannski að stela þér í smástund eftir leik. Gangi ykkur vel. Takk. Held ég, svo mörg voru þau á Steini. Hvernig myndur þú draga saman svona verandi þjálfari sjálfur? Hvernig dregur þú saman þessi 2 viðtöl við þjálfarana og hvernig eru stendir í þennan leik? Ég held að þjálfararnir séu nú bara búin að gera það sem þeir geta gert fyrir leiki. Undirbúið leikmenn undir, allt sem getur komið upp. Og þeir svona öll áhersluatriði sem andstæðingurinn mun leggja áherslu á. En svo snýst þetta þá líka það hvað þú ætlar að gera, hvernig þú ætlar að gera. Þú mátt ekki bara vera að hugsa andstæðingin eitthvað svoleiðis því að þá ertu kannski ekki að fókusera á styrkingar þíns liðs og það sé líka mjög mikilvægt atriði að þú hugsa svolítið hvernig þú ætlar að vinna leikinn, hvernig þú ætlar að spila og láta þá andstæðingin hafa meiri ágjör af því, þá ertu kannski komið ákveðin yfir undir því að þú nærir því markmið að ná því upp að andstæðingur þurfa að hafa fyrir því að spila móti þér. Sko, mér langar aðeins að fá þig með mér í að greina þessi 2 lið. Þetta er náttúrulega 2 klúbbar sem að standa þér nærri eins og þekkt er. Ef við byrjum bara á Blikaliðinu, hvernig rýnur í byrjunarlið Blikana og Óskar náttúrulega vildi ekkert gefa okkur upp hvernig hann ætlaði að spila en hvernig sér þú þetta fyrir þér? Uppstillinguna? Já, út frá uppstillingu. Sko, þú veist, eins og ég held að liðið verði að þá er það áhugavert að Mikael sem verður vinstra megin og Gísli på topp, Jason hægra megin. Gísli Egilsson sem framherji? Já, okay. Ég held að það sé svoleiðis, þannig að það verður áhugavert að sjá það. Gísli er gríðarlega sterkur leikmaður, góður að halda bolta, góður að taka með ná í snúningunum, góður að rykkja af stað, þannig að það verður gaman að sjá það. En svo er náttúrulega bara það mikið flæði á Blikaliðinu að þeir eru 4 öftustu hjá þeim núna, Damir, Finnur, Viktor Örn og Davíð. Það verður rótering þar eins og Óskar sagði, þeir eru ekkert fastir í nákvæmlega þessum stöðum, það er rótering á því hvernig andstæðingurinn spilar á móti, hvað opnarinn að verða og hvernig þú þarft að leysa það að spila sóknarleikinn á móti KR. Þannig að Blikaliðið er búið að líta vel út í vetur og núna undanfarið, þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvernig þeir leysa það, hvernig fara þið að opna KR-liðið í dag. Ég var einmitt að ég ræddi við Óskar í viðtali upp í Grænaherbergi á þriðjudaginn varðandi hann Jason Daða, strákur sem hefur heillað allavega mig mjög mikið á undirbúningstímabilinu og svona kannski að mörgu leyti öðruvísi leikmaður heldur en margir af þessu leikmönnum í Blikaliðinu, rosalega svona maður slettir direkt, góður 1 á móti 1 og það er strákur sem á framtíðina fyrir sér. Já, algjörlega, og það verður mjög spennandi að sjá hann koma inn í deildina vegna þess að það er öðruvísi að spila undirbúningsleiki, það er miklu minni press á þér, þú veist, tala ekki í vetur þegar það mátti enginn horfa á því, þannig að það var ennþá þægilegra, þannig að það verður áhugavert að sjá hann og ef hann kemur að sama krafti og hann í deildinu og hann er búinn að spila í vetur þá á hann eftir að gera frábæra hluti hérna og það bendir allt til þess fyrir mót að hann muni vera sterkur og góður hérna en svo er það sem segir, svo er það að fara inn í Íslandsmótið og framkvæma þá hluti sem hann gerður yfir veturinn, það er erfiðara en það verður mjög spennandi að fylgjast með hann og hann heldur áfram að vera svona áræðinn og grimmur og taka með ná og þá hann eftir að vera flott viðbót við hann hópi á Blikum. Ekki nokkuð spurning og við rýnum aðeins í KR-liðið út með náttúrulega í reynsluna í Beiti, Arnóri,
Arnóri Sveini þar að segja, Pálmi Rapp, Kenny, Kristinn Jónsson, auðvitað Kristján Flóki, reynslumikill leikmaður, Óskar Örn, þetta svona, við getum sagt, hryggurinn í liðinu, svona leikilmenn, þetta eru reynslumiklu menn og geta hjálpað þessum yngri að stíga sér fyrstu skref. Já, ég held að segja þægilegt að koma inn í KR-liðið með þessa hryggjastúlu sem ungu leikmaður. Það er örugglega gott að hafa þessa menn í kringu sig og koma inn í lið með svona þetta vel mótað lið. Þannig að þú svona kemur inn í mjög mótað umhverfi og með leikmenn sem að þekkja leikinn vel og að spila lengi og þannig að það er örugglega þægilegt að koma inn í þetta lið sem ungu leikmaður. Og hérna, það verið gaman að sjá eins og Stefán Árna, hann var mjög góður hérna Kópavogsvellinum í fyrra. Já, frábæri Frostaskjólinn í deildarleiknum líka. Já, hann skoraði allavega í Frostaskjólinu, ég man ekki hvort að skoraði annar marki hérna, ég man það ekki alveg, en það verið gaman að sjá hann til dæmis, hann er mjög góður 1-1 og hraður og skemmtilegu leikmaður. Ægir Jarl hefur verið góður í vetur. Þannig að þeir eru að fá inn yngri leikmenn sem að smá saman, sem eru að fá stærri og stærri hlutverk í liðinu, sem eru spennandi leikmenn og svona koma með smáa nýja hluti inn í liðið. Þú hafðir orðað í áðan að kannski enginn sem að fór fram á brúnina á sófanum af spenningi á leikjunum helgina sem eru búnir en hérna við höfum von á skemmtilega leikið í kvöld og verðum eiginlega vona að við fáum svona aðeins meiri, kannski, eigum við að leiða okkur að segja örlítið meiri gæði? Já, þú veist, meiri svona meira action. Það var mér er búin að finnast leikinni vera svolítið flatir. Já. Og þannig að en ég held samt sem áður með þessi tvö lið sem ætla sér að titil og titlaður sjálfsagt, það voru örugglega verið bikarmeistarar líka, að þá eru þau ekkert að fara inn í eina leik með einhverja hræðslu eitthvað svona, þau hljóta bara ætla að fara inn í leikin og ætla sér að fá 3 stig út úr þessu og þurfa þá að gera þá sinn hátt, hvort sem er að spila hátt uppi með liðið og pressa eða hvernig er alltaf að fara að því, en allavega þannig að það er töluvert undir í dag, þó þetta sé ekki endilega hægt að kalla þetta nákvæmlega 60 leik í dag, þá held ég að það er mikið undir, það er gott að byrja, þú veist, fyrir KR að koma að Kópavogsvöll og byrja að vinna mjög sterkt inn í móti og það er líka mjög sterkt fyrir Blika að vinna inn í kvöld að byrja mótið og vinna KR, þannig að þessi leikur getur gefið þessum liðum mjög mikið. Áður ég svona spyrði aðeins út í kvennalandsliðið og verkefnin þar. Hvernig líst þér almennt á Pepsi Max-deild karlamegin, svona og horfir á þetta út frá gæði leikmannahópana og svo framvegis, hvaða lið sérðu fyrir þér að verða að berjast þetta? Já, Valur verður náttúrulega toppartur, Blikar, KR, FH. Ég held að þessi 4 lið séu töluvert sterkar en hinn og þetta verði þessi 4 lið sem að geti unnið þetta og en svo náttúrulega er deildin þannig núna held ég að liðið verða að reyta stig hvort af öðru allstaðar, allir geta unnið alla en samt sem ára á ég vonaði svolítið að þessi 4 lið verði svolítið afgerandi. Síðan ertu kannski með 4-5 lið sem að væru þá kannski meira í neðri hlutanum og svo er einhver 3-4 sem eru svona svolítið í miðjum móðinu. Þetta er svona eins og maður lítur á, eins og maður greinir þetta kannski núna með leikinn sem maður spilar í vetur með liðin, hóparnir lít út og svoleiðis, þá er þetta svona eins og maður sér þetta fyrir sér, en svo náttúrulega hefur alltaf verið eitthvað lið sem kemur óvart, alltaf ykkur sem að spila betur heldur en menn reiknuðu með og ég samt sem áður 6-7 ár 2014, 6 ár 6 ár, 6 tímabil og þetta var frábær tími og það var erfið ákvörðun að fara hérna, við hefum mjög vel og var mjög glaður og bara gott að vinna gott fólk og bara frábært félag og auðvitað er það svoleiðis að þegar vel gengur þá er þetta alltaf voðalega þægilegt en það er ekkert sjálfsagt mál að ná árangri, það er ekki bara ég, það er allt fólki sem er hérna og svo maður ekki gleyma að ég var alltaf með frábæra leikmenn Og það voru auðvitað, þegar þú tekur við 2014 fyrir þessi 6 tímabil Þegar ég kem hingað þá er bara sagt við mig við ætlumst bara til að taka liðið á næsta stað og liðið væri öðru sæti árið áður þannig að árið sem ég tek við þannig að það er svo sem ekkert flókið hvað var sagt við mig, hvað ég átt að gera það er svo sem tók strax en það var alltaf, við vorum alltaf með gott lið, við áttum alltaf möguleika á titli fram í síðustu umferð eða fram á síðustu bara
fram á síðustu mínútu og þannig að heilt yfir var árangurinn bara mjög góður sko og ég bara stoltur að því að geta þó farið allan á þessum forsendum farið með þennan árangur eins og ég segi, þú veist, samt sem á snýst þetta ekki, þetta er náttúrulega ekki bara ég sjálfur, ég var með Óla P. náttúrulega með mér allan tíman sem að reyndist mér og við áttum frábært samstarf og hann átti á stóra þátt í þessu en bara leikmenn og leikmannahópinu var alltaf góður og var alltaf raunverulega á þeim stað að við áttum alltaf að vera að byrja sem titla og áttum alltaf að vera númer 1 eða 2 sko. Og svo þetta verða núna kaflaskiptið þegar þú tekur við kvennalandsliðinu og það var verið að draga núna í undankeppni HM 23, núna bara, hvað, í fyrradag? Já. Og þetta eru Holland, Tékkland, Hvíta-Rússland og Kýpur. Hvernig svona... Bandaríkjamönnum eru Evrópumeistarar, þannig að það sjá allir að þetta er lið sem er náttúrulega bara eitt af þeim bestu í heimi. Og það verður erfitt að vinna þær, en sjálfsögðu förum við alltaf í alla leiki til að vinna. Tékkarnir eru töpuðu núna í Vító á móti Sviss sem að komast á EM. Þannig að þær hafa verið góðar. Ísland var náttúrulega með þeim í riðli fyrir HM síðast. Og þeir leikir náttúrulega, ég held allavega að fór leikur á Laugardalsvelli jafntefli sem við höfum þurft að vinna til að komast í umspil. Þannig að þær eru, og það er stígandi í Tékklandi í kvennafótboltanum, þannig að þær eru alltaf að vera sterkari og sterkari. Hvíta-Rússland og Kýpur eru lið sem við eigum að vinna, en það er ekkert sjálfgefið í þessu. Við þurfum að halda vel á spöðunum og við þurfum að eiga gott mót í öllum þessum leikjum og spila vel í öllum þessum leikjum til að ná einhverjum alvöru árangri. Hvernig hefur fundist svona fyrstu vikurnar, mánuðirnir í starfi sem kvennalandsliðsþjálfari og ber þetta saman kannski aðeins við starfi hérna hjá Blikunum? Þetta er töluvert öðruvísi. Það er svolítið dauður tíminn á milli, sko. Þetta er svolítið mikil breyting frá því sem verið hefur. Maður náttúrulega var hérna alla daga að þjálfa og var í þessu dag og nótt en svo er svona meiri, þetta er svona aðeins öðruvísi vinna en mjög skemmtilegt, þetta er mjög gaman. Ég hef aldrei verið bara að þjálfa fótbolta. Maður segir bara en það er svo sem maður ágætlega mikið að gera. Maður þarf að vera að fylgjast með leikmönnum og skoða andstæðingar sem maður er að spila á móti og skipuleggja hvaða leiki við fáum og svoleiðis og það er búið að vera töluvert að gera og það er náttúrulega líka þetta COVID-ástand er ekkert að hjálpa meira vesen að fá æfingarleiki, þetta er allt flóknara og til dæmis það er ástæðan fyrir spilin 2 leikir í Ítalíu, það var bara mjög erfitt að fá 2 andstæðinga stutt á milli landa og raða leikdögum saman, þannig að það var ástæðan til þess að við endum á Ítalíu, það var bara mjög erfitt að fá andstæðinga sem að pössuðu saman upp á leikdaga og svo var náttúrulega ferðalag, það þarf náttúrulega alltaf að horfa í það líka og þú gast ekki verið þangað því þá þurfti að vera sótkví þú komst þarna og alls konar hluti sem að kom upp og hafðu áhrif á það sem við vorum að gera. Áhugavert, takk fyrir þetta Steini. Við ætlum að taka pási hérna frá hlaupabrautinu núna. Heist eftir að lýsa leiknum í beinni á YouTube, bara í útvarpsstreymi, við segjum það þannig. Við Steini ætlum að koma svo hingað aftur í hálfleik og gera þessu fyrir hálfleikinn og svo aftur eftir leik og ég get ekki sleppt nema að fá þig til að spá, sko. Ég spá í 2-2. 2-2? Það segir Þorsteinn Halldórsson. Við ætlum að taka okkur pási hérna frá hlaupabrautinni og komum svo hingað aftur í hálfleik. Takk í bili.